Nú verður leikritið með öðrum morðum. Svakamála leikrit í svo óboðslega mörgum þáttum að ég hef aldrei vitað annað eins. Eftir Guðbjörn Högna Tyrfingsson stöðumælavörð. Verk þetta hlaut 3. verðlaun í uppskriftarsamkeppni Osta og Smjörssölunar. Fimmti þáttur, má ég eiga við þig morð. Á skuggalegri kaffistofu í niðurnýtu verslunarhúsnæði í hrörlegu hverfi sitja 2 skuggalegi náungar og bera saman bækur sínar. Rosalega áttu margar bækur. Já. Jæja. Fimmti þáttur, má ég eiga við þig morð. Á skuggalegri kaffistofu í niðurnýtu verslunarhúsnæði í hrörlegu hverfi sitja 2 skuggalegi náungar og bera saman bækur sínar. Rosalega áttu margar bækur. Já. Jæja. Ég nenni sig ekki lengur. Kveikt á útvarpinu. Já, hvað? Bylgjan? Nú eftir helgina verður opnuð ný sérverslun hér í borginni sem ekki verið frásögu færandi undir venjulegum kringumstæðum. En hér all sérstæða verslun að ræða og varningurinn sem hún mun hafa á boðstólum hefur ekki sést áður hér á landi. Verslunin mun bera nafnið Sekkjapípur HF og mun sérhafa sig í innflutningi og sölu á sekkjapípum sem fluttar mun inn beint frá Skotlandi. Kári? Já? Það er verið að tala okkur. Já. Því fljótlega eftir að spurðist þennan fyrirhugaða innflutning risu tónlistarmenn í landinu upp á afturlappirnar og mótmæltu hástöfum. Þegar hafa borist mótmæli frá félagi hljóðfæraleikara, félagi tónskálda, samtökum gegn hávaða og hvalfriðunarmönnum sem telja hér á ferðinni enn eina aðförina að sjávarspendýrum sem munu vera ákaflega viðkvæm fyrir hávaða og þá sérstaklega slæmri tónlist. Hér hjá mér situr Lárus Stígsson, formaður samtakana Þjóðleg reisn, en þau samtök hafa gengið hvað harðast fram gegn sekkjapípum sem slíkum. Lárus, ykkur heitt í hamsi. Alveg rosalega, við erum bara að kafna úr hita. En eru þið ekki að gera hérna úlvalda úr mýflugu? Nei, við höfum ekkert við úlvalda að gera, enda þrífast illa hér á landi. Ég meina, þetta ekki óþarfa írafár? Já, írar eru frændþjóð okkar. Já, við eruð ekki að hengja bakara fyrir smið. Þetta bara róur og útúrstunningur. Það eru fjölmargir bakarar í okkar samtökum og enginn þeirra hefur verið hengdur ennþá allavega. En þessi innflutningur virkilega eins alvarlegt mál og þið viljið vera að láta? Já, svo sannarlega. Öll þessi erlendu menningaráhrif sem flætt hafa yfir okkar á undangengnum árum eru hreinlega að ganga að þjóðlegri menningu dauðri. Ef ég þekki landar rétt þá á þetta eftir að verða enn eitt æðið. Við megum fljótlega vona því að sekkjapípa verður komin inn á hvert heimili í landinu, líkt á fótanutækin hér árið. Og poppararnir verður líka snöggir að taka við sér og áður en langt líður verður komin sekkjapípudeild í alla tónlistarskóla. Hugsaðir hávaðamengunar drengur, ég hefði meira að segja frá fyrstu hendi að heildsalinn sem ætla að flytja þessi voða tólinn, Björn Miðdal, að bjóða sinfóníuhljómsveitinni í þessi hljóðfæri sín á góðum kjörum. Það stefnir sem sagt í óefni og þess vegna sjá okkur knúna til þess að spyrna við fótum strax í upphafi. Spyrna við fótum, segirðu? Já. Og hvernig verður svo þessari baráttu ykkar háttað, Lárus? Það verður ekkert háttað því við unum okkur ekki svefs fyrir að okkur hefur tekist að stöðva þennan innflutning og ég get sagt í þetta einhver að við svífumst einskis og við munum beita öllum brögðum. Viltu ekki skrúa fyrir þennan óhróða drengdjöfull? Hvað er þetta? Þetta er bara afkynningatónlist. Já, ég mátti svo sem vita að þú var einn af þeim 100 Kári, nú sitjum við í súpunni. Já, það er satt. Hver leggur súpudiskana frá sér hér í sófan? Það er bara rassbrautur. Þeir ætla að setja okkur stólinn fyrir dyrnar, Kári. Já, verður ekki bara að taka hurðina af fjörunum? Eitthvað verður það að gera, Kári. Þessi fyrsta sending má ekki fara í vask. Ég veit að Björn. Endar hann stíflaður. Hver? Vaskurinn. Með öðrum morðum, svakamála leikrit Bylgjunnar, á sunnudögum klukkan 1, Harry og Heimir leysa vandann. Harry, við leysum vandann. Já, hann líka. Þegiðu. Ok. Ég þoli ekki þessa hálfvita. Ertu hægur, Kári? Ég þoli ekki þessa hálfvita. Þetta er málið. Harry og Heimir leysa vandann. Hvað er þetta að fara, Björn? Ég er bara að fara í síman. Skilur ekki, Kári? Jú, þú ert að fara í síman.
Við sendum Harry og Heimi til Glasgow og látum þá fylgja farminum heim. Þeim tekst örugglega að snúa bæði á þessi þjóðernisfífl og löggur og tollara. Halló. Já, gott kvöld. Þetta Harry Rögnvalds, engasbæjari? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Hvernig líst þér á að bregða þér til Glasgow? Í flugstöðinni fólk á þönum, ferðamenn og annað lið, frakkager á fullt af dönum, með ferðatöskur sér við hlið. Hér einnig Harry okkar, hefur gátt á öllu vel, nýttir skór og hreinir sokkar, honum þó ekki sel. Hvernig fannst þau þetta, strákar? Ég sandaði sjálfur. Þetta var lélegt! Aldrei má maður reyna að lyfta þessari della á hærra plan. Mér líst ekkert á þetta, Heimir. Þetta gæti orðið stórhættulegt verkefni. Farþegar New York vinsamlega gangið borð. Nei, afsakið. Farþegar til New York vinsamlega gangið borðin í flugstöðinni sómasamlega. Það alltaf verið að þurrka af þeim og því helli bjóráðu jafnöðum. Skam! Þessir öfgamenn sem ætla að hindra Björn Hildsala í að koma sekkjapípunum til landsins gætu greipið til örþrifar á það. Það gæti mér að sé hugsast að þeir reyndu að koma okkur fyrir katarnef núna strax. Hér í flugstöðinni. Við verðum að vera vel á verði, Heimir. Heimir. Hvað ertu, Heimir? Guð minn góður, Heimir! Þeir hafa þó ekki. Nei. Takið eftir. Hér ungur maður í óskilum. Hann 37 ára og segist heita Heimir. Hann biður Harry að sækja sig í upplýsingar. Takk fyrir. Heimir! Varst að kalla mig, Harry? Ég var að kalla á heimskasta aðstoðarmann sem nokkur engasbæjari hefur nokkuð tíma haft. Já, það stemmir. Það ég. Hvernig í óskapunum fórst að því að týnast? Ég skal bara sýna þér, Harry minn. Nei, ég vil ekki á týnist afturfíflið þitt. Ok, ég fór bara að versla. Fæst svo margt æðislegt þetta í fríöfninni. Svo svo rosalega ódýrt. Hvað keyptir þú? Ég keypti svona 4 ullarteppi og 3 mokkakápur. Sjáðu? 3? Já. Hvað ætlar að gera við 3 mokkakápur? Ég spuglar ekkert í því. Þetta var bara svo opbóðslega ódýrt. Svo keypti ég 15 viskíflöskur. Þær kostu nú bara skít á prikki. En þú drekkur ekki, Heimir. Já, alveg rétt. Ég var búin að gleyma því. Heimir. Svo keypti ég bara 1 enn. Hvað var það? Svitalyktareyðir. Já. Kannski það verði þá skárra andrúmsloft á skrifstofunni hjá okkur á næstunni. Já, enda keypti ég 40 brúsa. 40? Já, það var svo ódýrt. Nú mælirinn fullur, Heimir. Nú, hann á barnum? Nú gengur þú of langt. Ég skal bara snúa við og ganga tilbaka. Hvað ætlar að gera við 40 brúsa af svitalyktareyði? Ég skal sýna þér. Sko maður spreyja svona undir hendina á sér. Hvað, má maður spreyja? Það bara eitt tíma var að spuglur í, Harry. Já. Sko það bara verst að ég búið með allan peningin. Heimir. Já, ég hérna, Harry. Ertu búin að eyða öllum gjaldirinnum? Já, en við fáum peninga þegar við komum til Glasgow. Ha? Við fáum peninga í Glasgow. Nú líka þar. Ha? Hún bara ríkir, Harry. Sko ég bara spuglur í einu. Já, Heimir. Bara spuglur í því. Hvort ég mætti fá vísakortið til lána. Ha? Sko það fást nefnilega svo æðislega ódýr ylvöllina. Nei, Heimir. Jú, víst, ég sá það á það. Nei, þú mátt ekki frá vísakortið mitt lánað. Sagður nei? Já. Sagður já? Já. Þakkaði fyrir, Harry. Ég vissi að þú myndir lána mér það. Ég enga stund. Nei, Heimir, býttu, ekki fara. Heimir! Hvert fór hann? Fyrirgjöðu. Allt svo fína skafin. Nei, þetta ekki þurrið. Nei, Harry Rögnvalds heiti ég, engasbæðari. Nú, ég skil engi getur verið og sért nokkur systirinn að þurriðar. Nei, það er tæmlega. Ekki svakar líka. Má ég bjóður á barinn? Nei takk, ég verð kallaður út í vél eftir smástund. Já, áttu nú eldaskra mín. Já. Harry virti þennan nýja kunningja sinn gaumgæfilega fyrir sér, en seildist síðan í innan á vassan á krumpuðum ryggfrakkanum og fiskaði kveikjarinn sinn upp. Gjörðu svo vel. Hvernig er það? Er ekki hægt að fá gert við hann anskotans kveikjara? Hann búinn að vera bilaður síðan í fyrsta þætti. Fyrirgefðu, ég á eld. Gjörðu svo vel. Að þakka þér fyrir. Var þetta maðurinn þinn? Nei, hann er sögumadur. Nó, er saga með þér hérna líka? Saga? Já, er þetta ekki maðurinn hennar? Ha? Hvað er það að fara? Til Glasgow. Í Glasgow, enga af hann, ég líka.
Ertu nokkuð nervus, elskar? Já, ég get nú ekki neitað því. Ég kvíði svolítið fyrir. Elskar minn góð, það er ekkert að óttast, blessuðust. Ég hef búin að fljúga þetta margoft og það er aldrei neitt góðið fyrir. Takið eftir, Hafliði Skaftason flugstjóri er beðinn að koma út í Glasgow-vélina nú þegar og gera klárt fyrir flugtak. Já, ég er að koma. Hvaða læti eru þetta eiginlega? Jæja, blessu, elskar mín, ég byrð kærlega heilsin í hugi. Oddaflug tilkynni brottfararflugs nr. 2575884 til Glasgow. Farþegar vinsamlega gangið borð gullna hliðið og Guð veri með ykkur. Ekki vildi ég vera í ykkar sporum, það segi ég satt. Heimir! Hvað er fíblið? Heimir! Hvað er það að kalla mig, Harry? Hvað ertu, Heimir? Ég uppi, Harry. Hvað ertu að gera þarna, fíblið þitt? Nú, ég dreif mig bara borð til að ná góðu sæti. Þú að flytja, Harry? Það er bara eitt sæti laust. Þetta er ekki flugvélin sem við förum með hálfvitiðinn. Nú, þetta var eina flugvélin sem ég sá. Hún er bara hengt upp í lofti til skrauts. Komdu niður í kvelli, annars missum við af vélinni. Ok, Harry. Ég lendi henni bara í snarasti. Ha? Ég klippi bara hérna á vírin. Nei, Heimir! Ekki! Heimir. Anna-Lísa dró andan djúpt og horfði dreymnum augum á fagurlimaðan líkama Þrastar þar sem hann teygði úr sér í döggvotu grasinu. Það hríslaðist hana ólýsanlegur unaður og hún fann hvernig hann... Erðu vinur? Hvað ert þú að lesa? Ég bara... Já, viltu halda þig við handrit? Já, ég bara glemdi mig smá stund í manna. Já, hvert voru þið komnir? Á blaðsíðu 14. Já. Og viltu svo hætta að lesa klámbækur í vinnutímanum? Já. Þotan klauf háloftin með þá Harry og Heimi innanborðs. Harry satt og hallaði sér aftur á baki þungum þöngum. Harry? Já. Sko, ef það verður svona þungum þegar við lendum, það þarftu örugglega að borga yfir við. Æ, þegið það, Heimir. Ok, já, bara spökkum svona. Góði farþegar, við megum vona á ókyrrð á leiðinni vinsamlegast spennið beltin. Harry, nú ligg ég í því. Hvað? Ég er ekki með belti. Ég er með axlabönd. Mér líst ekki á þetta, Heimir. Ekki mér heldur. Ætla að ég lægja í spenni axlaböndin. Sérðu kynverjan þarna? Já. Mér finnst hann meira grunsamlegur. Hann er búinn að tvístíga hér á ganginum frá því við fórum í loftið. Og mér finnst eins og hann sé að fylgjast með okkur. Og ég að spyrja hann að því, Harry? Nei. Harry? Já. Hvaða póki er þetta hérna í sætisvasanum? Þetta er ælupóki. Það getur ekki verið, Harry. Nú? Það er engin æla í honum. Búðu þig undir átök, Heimir. Af hverju? Kynverjinn stefnir beint á okkur. Fyrirgefa, ég er spreng. Það er að sprengja okkur. Nei, fyrirgefa, ég er spreng. Ertu sprenglærður? Nei, sprenglægilegur. Nei, ég er í spreng. Hvað er klósettið? Þarna aftast í vilni. Já, en það er verið fullt af fólki. Já, þá voru bara að bíða. Ég get ekki bíða lengi. Takk fyrir. Heimir, ég held smá stund að hann ætlaði að sprengja vélina. Auðvitað hélstu það, Harry. Þetta var kynverji. Heimir. Þannig að má ég núna hætta að búa mundir átök, Harry? Góðir farþegar, vinsamlega veiti flugfreyjum athygli til að sýna öryggisútbúnað flugvélarinnar. Já, Harry, við verðum að hafa það á hreinu. Í þessari flugvél eru 8 neyðarótgangar, 4 að framan, 2 að vangsvæði og 2 að aftan. Já, það er satt. Sjáðu, Harry, hér er einn. Ekki, Heimir! Ekki! Lokaðu dyrunum, Heimir! Má maður skoða? Ef breyting verður á loftþrýstingi í farþegarými, falla súrefnisgrímur sjálfkrafa niður fyrir ofan sætin ykkar. Já. Setji grímuna yfir nef og munn og smegi teginu aftur fyrir nakkan. Mátaðu, Harry! Þetta fyrir ágætlega. Björgunarvesti er undir sætum. Já, einmitt. Sjáðu. Vestinu er smygt yfir höfuð og festað aftan. Það er blásið upp með því að kippa í snúrurnar eða blása í rörið. Sjáðu, Harry. Vestið má aldrei blása upp inn í vélinni. Æ. Björgunarbátar er í hillum fyrir ofan ykkur. Má ég sjá? Nei. Jú, maður er að kunna á þetta. Flugfreyja sagði það. Hvernig er þetta þessi blásinu? Ekki, Heimir! Já, svona. Þá vitum við það. Er eitthvað þröngt því, Harry minn? Varstu að kalla mig, Harry? Nei, það kemur kynverjinn aftur. Fyrirgefa, hleypa mig framhjá. Ég þarf að fara á klósettu. Já, hann minnir mig á það. Ég þarf líka að fara á klósettið. Nei. Ég hleyp, svo ég verður undan kynverjinn. Nei, ég að vera pist. Já. Harry notaði tímann til að velta vöngum yfir verkefninu sem framöndan var. Hvað var svona hættulegt við það? Hvers vegna var verið að senda þá heimi til Glasgow?
Hvaða ógnarhættur biðu þeirra handan við hafið? Hvað höfðu þeir Björn og Kári í hyggju? Hvað er það sem hoppar og skoppar yfir Heljarbrú? Hann hallaði sér aftur á bak og pantaði sér bjór. Lúfreyja. Já. Einn bjór, takk. Já, alveg sjálfsagt. Já, kannski ég fá einn bjór líka. Nei, því miður, við afgreiðum ekki sögumenn. Alltaf það. Þá heyrðust hávær hróp aftar úr vélinni. Harry! Harry! Já! Búinn! En í flugstjórnarklefanum voru skelfilegir hlutir að gerast. Upp með hendur, þetta er flugrán. Guð minn almáttugur. Maðurinn er vopnaður. Já, og ég skal að skjóta ef að þið ekki gera sem að ég segi. Já. Hvað sem er. Var rólur. Ég vil að þið lenda í Færeyjum. Já, auðvitað lendum við í Færeyjum. Og hvaða kröfur gerur þú svo? Bara að fá að hlaupa út að pissa og svo áfram til Glasgow. Helvítis að klósett, þetta er alltaf upptekið. Eftir stutta viðdöl í Færeyjum. Mikið var. Hélt ferðin til Glasgow áfram tíðindalaust. Síðar sama kvöld lá leið þeirra Harrys og heimis í skuggalega vöruskemmu, skammt frá höfninni. En þar höfðu þeir mælt sér mót við umboðsmann sekkjapípusölunar. Svo þú ert Darri Röggvalds? Já, og þetta er Heimir Schnitzel, hinn hundtryggi aðstoðarmaður minn. Heiðu, hér í þessum kössum eru sekkjapípurnar sem þið að passa upp á. En ég var ekkur við. Þetta verður mikið hætt að spila. Hvað heldur við ætlum að fara að spila í vinnunni eða hvað? Getum við fengið að líta á varningin? Tóttunum væri. Já, gjör það svo vel. Þetta virðast er óskup venjulegar sekkjapípur. Já, en hvar setjum við að tóbaki? Þegiðu, Heimir. Ég skil ekki okkur allir þessi viðbúnaður er nauðsynlegur. Þú þekkir ekki þessu öfgamenn. Eru þið drengir? Má ekki gefa okkur eina pípu til minja? Nei, takk, ég reykja ekki. Hvað er fyrir? Og svo er það greiðslan. Björn og Kári sagði að þið fengjum greiðslu hjá þér fyrir aðstoðina. Já, ég vil bara hafa skipt í miðju. Já, ég gef mér penningan í fyrramáli. Þið standið vörð hér í skemmun í nótt og á morgun, en einu skulle það var ekkur á. Og hvað er það? Já, þið verður umfram allt að passa ykkur að því. Bara Sigvaldi, sem passaði þér kassastæðar að hilja yfir þig! Sigvaldi, ertu lifandi? Já, eins og en ég geispa gólun eftir smá stund. Hvernig veistu það? Ég stalst til að kíkja aftar í handritið. Sjáðu, þau stendur hérna á miðri síðu 22. Sigvaldi deyr. En hvað ætlaðir að segja? Þú varst að vara okkur við. Hverju þurfum við að passa okkur á? Þið verður að passa ykkur að það rinni ekki kassastæða yfir ykkur. Það er stór hættulegt. Hann er dáinn, Heimir. Já, en hann átti eftir að greiða okkur. Verðum við ekki bara að fara á rakarstofu, Harry? Við verðum að halda samningin sem við gerðum við sekkjapípur HF. Við verðum hér í skemmunni áfram og við skiptumst á að vaka og sofa. Ok, Harry. Ég er með hugmynd. Fyrst vakir þú, svo sef ég, svo vakir þú, svo sef ég, svo vakir þú. Þegiðu, Heimir. Ok. Nóttin ferðist yfir og mínúturnar rögnuðust áfram. Harry vakti og hafiði góðar gætur á öllu. Klukkan sló 5. Erðu, hvað erum að vera? Nú sló hún ekki 5. Ekki 5 manns fíbliði. Nú fyrirgeðu. En í morgungrámanum dró til tíðinda við gömlu vöruskemmuna. Harry var þess skyndilega var að skuggaleg mannvera læddist með fram vegg skemmunar. Harry hnipraði sig saman á bak við olíutunnu. Veran ferðist nær. Loks stóðum í dyrnar og virtist alltaf laumast inn í skemmuna. Harry spratt á fætur, lipur eins og hlébarði og eldingar snöggt flaug hann á manninn. Svo ætlar að læðast að okkur bögvaðu slúmættin, en þér verður ekki kápar úr því klæðinu. Hafðu þetta og þetta og þetta. Heimir? Þetta hvað? Varst þetta þú, Heimir? Ertu með speil? Til að vita hvort þú sagt meittur? Nei, til að vita hvort þetta er ég. Varstu ekki að spyrja því? Ég held þú væri sofandi. Nei, ég skrapp í smá verslunatúr. Sjáðu hvað ég keypti. Harry, ég keypti leðurkápu og leðurstíðvél og leðurjakka og leðurpils og leðurhúfu og svona höfuðleður. Þetta er allt svo rosalega útdýrt hérna í Glasgow. Og sjáðu hvað ég keypti handa þér, Harry. Sjáðu. Rosalegt rík er þetta. Hvað er þetta, Heimir? Hvað varstu ekki að segja að þið vantaði ríkfrakka? Heimir. Hvar fyrst eiginlega peninga til að kaupa þetta allt saman? Nú, ég er ennþá með vísakortið þitt. Heimir! Það kallar mig, Harry. Ég svona eitt í viðbót. Sjáðu. Ég fekk hálft kíló af hassi fyrir 150.000. Þetta er alveg hlægilegt verð. Veistu hvað grammi kostar heima? Hass? Já. Til hvers, Heimir?
Og það er svona til að reykja. Ég veit það, fíblið þetta, en þú reykir ekki hass. Já, þetta var á svo góðum kjörum. Það er ekki þetta kol ólöglegt og 150.000. Já, hann tók líka vísa. Eftir lagi með þið, Harry minn. Skömmu síðar sátu þeir Harry og Heimir í bílaleigubíl og óku í átt að flugvellinu með sekkjapípurnar með ferðis. Passaðu, Heimir, passaðu þig. Þú þótt að keyra á. Hvað er þetta? Ég sé það alveg sjálfur. Nú beygðu þá, maður. Svona? Já. Ok. Þarna munaði mjóu. Það keyra allir öfugum megin, Harry. Það er þú sem ert öfugum megin, fíblið. Þú átt að vera vinstra megin. Já, svoleiðis. Eigum þá að skipta sæti? Ekki vinstra megin í bílnum, vinstra megin á veginum. Svoleiðis, já. Og akkur sagður það ekki strax? Nei, sérðu, Heimir. Hvað? Sérðu bílinn fyrir aftan okkur? Má sjá. Nei, ekki snúa þér við. Hafðu augun á veginum. Á veginum? Já, ég má ekki missa þau. Þessi bíl er búinn að elda okkur alveg frá vöruskemmunni. Heyrðu, kannski er þetta kínverski maðurinn að leita að klósetti. Á ég að stoppa? Nei, ég gef það til botn, Heimir. Hann eldir ennþá. Beygðu hérna inn. Já. Hvað? Hvað sagði Heimir? Hann er alveg á hælunum á okkur. Hann er farin að skjóta á okkur. Beygðu hérna. Já, ok. Nei. Harry! Harry! Sérðu þetta? Hvað, Heimir? Þarna í búðarklukkanum. Það er æðislegur leðurjakki. Horfðu fram fyrir þig, fíbliði! Hvað er það kosti? Þú ert alveg vonlaus bílstjóri. Ég skal taka við stýrinu. Já. Ok, Harry. Gjörðu svo vel. Heimir! Hvað? Þú sleist stýrið af! Já, ætlaði þú ekki að taka við því? Bíllinn er stjórnlaus! Bíllinn er stjórnlaus, Heimir! Fyrirgjöðu, Harry. Fyrirgjöðu. En hvað ert þú stattur í handritinu? Neðst á blaðsíðu 28. Já, en það er síðasta blaðsíðan. Já, hún er góður. Hvað er að gerast? Augnablik, stopp! Hvað er þetta eiginlega? Takk fyrir. Ég skal reyna að fá þetta á hreint, strákar mínir. Bara hóta hreint. Já, það gæði fyrir. Halló? Já, góðan daginn. Er þetta á Spaugstofunni? Jú. Já, er þetta Karl Ágúst? Jú, einmitt. Já, blessað, þetta er sögumadurinn hérna. Já, sælur. Herðu, það eru smá vandræði á Harry og Heimi. Þeir eru út í Glasgow og það eru stór hættulegur glæpamaður að elta þá og þeir veit ekki hvað þeir eiga að gera. Það vantar aftan á handriti hjá þeim. Já, ég veit af því. Við erum bara ekki komnir lengra með að skrifa það svo þeir verða bara að þrauka fram í næstu viku. Er þetta ekki típist? Verðum við heila viku í Glasgow? Þá getur þú aldeilis vesla, Harry. Segðu Heimir. Ok. Tekst Harry og Heimi að komast undan. Og ef þeir sleppa lifandi úr klóm glæpamanna, komast þeir þá út á flugvöll án þess að drepa sig í umferðinni. Tekst Birni og Kára að koma sekkjapípin á hvert heimili í landinu og lifir þjóðin það af. Tekst höfundunum að ljúka við framhaldið fyrir næstu helgi. Það fáum við að vita á sunnudaginn kemur, þegar að Harry og Heimir mæta til leiks á ný. Já, en bíllinn er stjórnlaus! Flutt var Svakamála-leikritið með öðrum orðum. Handrit og flutningur Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Tæknimaður Sigurður Ingólfsson. Missið ekki að svaðilförum Harrys og Heimis á hverjum sunnudegi klukkan 1 á Bylgjunni.